Já, kæru vinir, eins og mörg eitthvað viti þá var ég í Bandaríkjunum fyrir nokkru og hjá góðum vinum og átti að bera ykkur góðar kveðjur frá Þresti og Jónu og náttúrulega Konni og Steinur þar ennþá. Framlengdi miðanum hans Konna því að það var svo mikið eftir að gera. En ég lendi í ævintýri sem að vakti mig til umhugsunar marga hluti í lífi okkar. Eins og það að villast, að týnast, að velja ranga leið. Þannig var að þegar ég var búin að fara með þeim kumpanum Konna og Steina út á bílið sem þeir eru að innrétta, sem að Þröstur og Jón ætla að búa í ellinni, ef við getum sagt svo, að þá ætlaði ég að þetta er ekki nema 20 mínútna akstur og auðfarin leið og auðrötuð ef maður tekur rétta stefnu strax. En ég bað Þröstum að teikna þetta upp fyrir mig og hann gerði það og þú ert að beygja þarna og þú ferði yfir þessi gatnamót og þessi gatnamót og allar leiðir hérna í Ameríku er stór og það er langar leiðir. Ég viltist í 2 klukkutíma. Ég held ég hafi skroppið til Selfoss og tilbaka. Þið vitið, þetta eru breiðar brautir og hraðinn, já, 90 kannski meðal hraðinn og það er svo auðvelt að keyra langar vegalengdir og vera týndur. Og það er nákvæmlega það sem gerðist. Kortið sem að Þröstur minn var að krota fyrir mig, hann sagði, hérna er húsið, það á semst bóndabílið, og svo fer ég hérna og hérna til vinstri, hann sagði vaff og há og svona merkt inn á og þetta var allt mjög skýrt. Það eina sem að vafðist fyrir mér og ég bara hafði ekki hugsun á því að spyrja hann. Að hann setti ekki inn á kortið spölinn frá íbúðarhúsinu út á veg og það eru allavega 100 metrar, allavega það, heldur það ekki, Fjóla? Svona cirka. Þannig að afleggjarinn eins og við köllum heima að bæjum, hann var ekki inn á bara húsi og svo fer til vinstri hérna það. Og ég mundi hvaða leið við komum þegar að Steini kom morgunni þegar við fórum saman þarna, þrenningin. Þannig að ég beygði strax til hægri, sömu leið eins og eiginlega tilbaka. En það sem Þröstur hafði sagt og átt við var það að þegar ég kæmi inn á veginn, aðalveginn, þá ætti ég að beygja til vinstri. En ég náttúrulega beygði bara strax til hægri og það passaði við það sem ég hélt að vera á kortinu. Svo ég keyrði bara út í buskan og eftir langan tíma sem ég var að villast þarna og sá að ég var bara ekkert á réttri leið. Þá ákvaði ég að fara í sjoppu því að það náttúrulega ég var ekki með neti, ég var ekki með leiðbeiningu á símanum mínum því það kostar bara hellingspening. Svo ég fór í sjoppu og baði að fá að fara á internetið og setja inn leiðbeiningaforrit í símanum minn sem ég gerði og svo fór það af stað og farði þarna og farði eftir kvartmílu þarna og beygði þarna og farði þarna til vinstri og þá loksins hringir Jóna í mig og segir, hvar ertu? Og ég reyndi svona að gera grein fyrir hvar ég væri. Já, þú er bara að halda áfram, segir hún og svo byrjaði svona leiðbeiningar samtöl og ég hugsa með mér, ég verð bara að taka hana símareikning í bakið, sko. Því ég var alltaf í símanum og Þröstur fylgdist með bílum. Hann sá hvar bílinn var að því að það er staðsetningatæki á bílum. Svo hann var öðru hvoru að trufla Jónu þannig að hún var að sleppa mér úr símanum og svara Þrösti. Heyrðu, hún er þarna. Og þeir sögðu að hefði verið fyndið að sjá Þröst af því að hann var að horfa á símann minn og sá hvar bílinn hans var, hvar ég væri þar með stödd og ekki fara til hægri þarna, ekki fara til nei, ekki beygja þarna. Eins og ég myndi heyra í Jónum, náttúrulega heyrði ég ekki. En svo rofnaði sambandi við Jónu öðru hvoru, það var ekki allstaðar svona gott net. Já. Svo að á einum tímapunkti á Þröstur búin að segja, heyrðu, hún er alveg að koma til þín því að Jóna var alltaf að leiðbeina mér og hvar ég ætti að fara og svo ég var komin eða lang leiðina til hennar. Það vantaði kannski bara kílómetri eða hálfan upp á það að ég væri komin heim til hennar. En það rofnaði sambandið og ég sneri við
Og ég var líka hrædd við að leggja inn í einkeyslum hjá fólki. Ég vildi ekkit vera að koma svona, þið veitir, maður veit ekkit hverju bjúa í þessum húsum og Amerikanar eiga byssur og svona, svo ég reyndi að vera voða kurteis og láta lítið fyrir mig fara og leggja út í kant. Og það var nákvæmlega það sem ég var að gera í þessu tilfelli, að leggja út í kant og vita hvort ég næði ekki sambandi aftur við Jónu. Þá banka á gluggan og ég ætla ekki að segja ykkur hvað ég hrökk í kút. Ég hreinlega hrökk í kút. Þá var það Jóna og hvað segir hún, bráðir svona? Já, sagði ég og grátstafan var komin hérna alveg upp í háls. Ég var svona þreytt, ég var búin að vera vilt í 2 tíma og ég var bara glögg inn í mér að hugsa til þess hvað það vont að vera týndur. Og ég var búin að tala við Guð, ég sagði, Guð, þú veist hvernig mér líður og viltu bara hjálpa mér að komast heim? Viltu hjálpa mér að finna réttu leiðina? Og þá sagði Jóna, ég held að sagði mig í speglinum, Þröstur sagði þú væri hérna svo hann sagði mér að fara út á veg og ná í þig og hafði lagt fyrir aftan bílinn og held að ég væri að horfa í speglana. Nei, ég var að horfa í síma minn að reyna að fá samband aftur. Skiljið hvað er að gangi í gegnum, ég er ekkert með huga við annað en ég verð að ná sambandi við þá sem leiðbeina mér á rétta leið. Og þetta er svolítið lærdómur, þetta er svolítið mikið leksja. Ég var fegin að fá mig kaffibólla hjá Jón, ég ætla ekki að segja ykkur það hvað mér létti. En óttinn, þegar einhver bankaði á gluggan, það gat verið hver sem er. Maður er algjörlega týndur. Og þetta segir manni, gott að eiga Guð, það er gott að eiga bænina. Auðvitað leiðbeindi Guð öllum og allir komust heilir á höldnu til síns heima. En þetta vakti mig og Steini sagði, þú hefur efni í heila predikun fyrir þetta. Já, sagði ég. En ég er nú að deila sér með ykkur núna sem fyrstu tilraun til að upplifa þessa reynslu í orðum. Og ég sagði með mér, já, Þröstur sá mig í þessum tækjum. Hann sá hvar bíllinn var, en hann gat ekki nátt sambandi við mig. Guð getur það og ég veit að þeir 3 voru alveg á bæn. Reyna að hjálpa mér að komast heim og englarnir myndu leiða mér rétt að leið og auðvitað var ég ekkert í hættu en þetta vakti mig virkilega enn og aftur til umhugsunar hvernig er að týnast og hvernig er að hafa ekki öll þessi tæki og tækni sem við erum orðin háð. Það nefnilega getur komið, mjög líklega kemur sá tími að ástandi í heiminu verður þannig að allt þetta verður tekið frá okkur. Við getum ekki hringt, við getum ekki haft samband á netinu, við getum ekki leiðbeint, við getum ekki notað forrit í bílana til að rata rétta leið. Það er gott að vera heima á Íslandi, þar sem við þekkjum hverja þúfu. Og Sálmurinn 138, hann er svona þessi huggun þegar við erum týnd. Við getum verið týnd í ýmsum kringumstæðum. Og þá er enginn sem við getum leita til nema sá sem við ættum alltaf að leita til, Drottinn sjálfur. Og Drottinn vissi alveg hvernig mér leið, svo ég tek undir með Davíð í Sálmi 139 frá 1. versi. Drottinn, þú rannsakar og þekkir mig. Hvort sem ég sit eða stend, þá veist þú það. Þú skynjar hugrenningar mínar álengdar. Hvort sem ég geng eða ligg eða keyri, þá athugar þú það. Og alla vegu mína gjörþekkir þú, því að eigi er það orð á tungu minni að þú, Drottinn, þekkir það eigi til fulls. Þú umlykur mig á bak og brjóst og hönd þína hefur þú lagt á mig. Þekking þín er undursamlegri en svo að ég fái skilið og of háleit, ég er henni eigi vaksin. Hvert get ég farið frá anda þínum og hvert flúið frá augliti þínu? Þótt ég stíg upp í himinin, þá ertu þar. Þótt ég gjörði undir heima að hvílu minni, sjá, þú ert þar. Þótt ég lyfti mér á vængjum morgunróðans og settist við hið ysta haf, einnig þar mundi hönd þín leiða mig og hægri hönd þín halda mér. Og þótt ég segði, myrkrið hylji mig og ljósi í kringum mig verða nótt, þá myndi þó myrkrið eigi verða þér ómyrkt og nóttin lýsa eins og dagur, myrkur og ljós eru jöfn fyrir þér. Því að þú hefur myndað nýrum mín, ofið mig í móðurlífi. Ég lofa þig fyrir það að ég er undursamlega skapaður, undursamlega eru verk þín.
það veit ég næsta vel. Beinin í mér voru þér eigi hulin þegar ég var gjörð í leyni, mynduð djúpum jarðar. Augu þín sáu mig ég var enn ómyndað efni. Ævidagar voru ákveðnir og allir skráðir í bók þína, áður en nokkur þeirra var til orðin. En hversu torskildar eru mér hugsanir þínar, ó Guð? Hversu stórkostlegar eru þær allar samanlagðar? Ef ég vildi telja þær, væru þær fleiri en sandkornin. Ég myndi vakna og vera enn með hugan hjá þér. Gott að hafa þetta í huga að Guð alltaf þarna til staðar. Hann getur, leyft okkur að nota tæknina, en á endanum, þegar allt annað tekið frá okkur, og hvað gott að hafa hann. Og við skulum halda